Í þessari kynningu ætlum við að skoða frávik í máli og tali hjá börnum. Við kennarar mælum mörgum börnum sem eiga í erfiðleikum með að tjá sig eða skilja tungumálið og það getur haft áhrif á samskipti, sjálfsmynd og nám. Við ætlum að fara yfir hvernig frávik geta birst, hvenær við þurfum að bregðast við, hvernig við getum stutt börnin í skólastarfinu og hvaða úrræði eru í boði. Markmiðið er að skilja betur hvað liggur að baki mál- og talþroska og hvernig við getum með einföldum aðferðum haft jákvæð áhrif. Hversu algeng eru frávik? Frávik í máli og tali eru miklu algengari en margir gera sér grein fyrir. Í venjulegum 20 manna bekk má gera ráð fyrir að 2 til 3 nemendur glími við einhvers konar mál- eða talfrávik. Þetta getur verið allt frá vægum framburðarörðugleikum til víðtækrar málþroskaröskunar. Samkvæmt tölum Hagstofunnar frá 2023 fá þriðjungur allra nemenda einhvern tíma sérkennslu og stór hluti þeirra vegna mál- og taltengdra erfiðleika. Það er mikilvægt að muna að slík frávik eru ekki alltaf greinileg strax. Þau geta birst sem vandamál í samskiptum, lestri, ritun eða jafnvel hegðun. Þess vegna skiptir miklu að við kennarar séum vakandi fyrir fyrstu merkjum. Hvernig birtast frávik? Frávik í máli og tali geta komið fram á ólíkan hátt. Sum börn eiga erfitt með framburð, til dæmis að mynda ákveðin hljóð eins og R eða S. Önnur glíma við stam, þar sem talflæðið truflast með endurtekningum eða hikstöfum. Þá eru einnig börn með málþroskafrávik eða málþroskaröskun sem hafa áhrif á orðaforða, málskilning og getu til að mynda setningar. Fjöldi börn geta einnig verið sein í máltöku, þó það sé ekki frávik heldur eðlileg þróun. Að lokum má nefna frávik í rödd, hljómfalli eða heyrn sem geta haft áhrif á talið. Það mikilvægasta er að þekkja birtingarmyndirnar, því að með snemmtækum stuðningi getum við fyrirbyggt stærri erfiðleika síðar. Framburður. Þróun framburðar fylgir ákveðnu mynstri. Við 4 ára aldur eru flest íslensk málhljóð komin, en S- og R-hljóðin eru oft síðust að koma. Það er mikilvægt að við bregðumst við af skilningi. Ef barn segir til dæmis þóla í stað róla, þá er ekki gagnlegt að segja segðu róla eða þetta var rangt. Við notum frekar aðferð sem kallast endurtaka leiðrétt eða recasting á ensku. Þá speglum við barnið og gefum fyrirmynd. Já, róla. Barnið fær þannig rétta útgáfu án þess að finna fyrir leiðréttingu. Slíkar fyrirmyndir í daglegum samskiptum hafa sýnt sig að hafa meiri áhrif á málþroska en bein leiðrétting. Einnig má styðjast við efni eins og Lubbi finnur málbein eða lærum og leikum með hljóðin sem eru frábær kennsluverkfæri. Stam. Stam er truflun á talflæði og birtist sem endurtekningar, lengingar eða hik. Það er algengt á aldrinum 3 til 5 ára og kemur oft í bylgjum. Flest börn stama tímabundið án þess að það verði vandamál, en ef stamið varir í 6 mánuði eða lengur, eða ef barnið upplifir mikla streitu tengda tali, er mikilvægt að fá ráðgjöf talmeinafræðings. Í skólaumhverfi getum við gert mikið. Við tökum okkur tíma, við tölum rólega og forðumst að grípa fram í og minnkum spurningar.
Þetta hjálpar barninu að finna öryggi í samskiptum. Lidcombe-aðferðin hefur sýnt góðan árangur í meðferð stams, þar sem foreldrar og fagfólk vinna saman að því að styrkja jákvæða talhegðun barnsins í leik og daglegum samskiptum. Málþroski og orðaforði. Orðaforði er einn sterkasti forspárþátturinn fyrir námsárangur. Börn með ríkan orðaforða eiga auðveldara með að skilja, tjá sig og síðar læra að lesa. Orðaforðinn byggist á samskiptum. Börn læra ekki orð úr tómarúmi, heldur í gegnum leik, samtöl og lestur. Við getum stutt orðaforðann með einföldum aðferðum, til dæmis með að endurtaka rétt eftir barninu, lengja setningar og setja orð á athafnir. Til dæmis ef barnið segir hann er undir jakkanum, getum við svarað með já, hann er undir rauða jakkanum. Samræðulestur er líka öflug leið, þar sem við spyrjum opinna spurninga og gefum barninu tækifæri til að tala um söguna. Þannig þróum við bæði skilning og tjáningu. Fjöldyngi. Fjölding börn búa yfir ríkum menningarauð. Þau læra fleiri en eitt tungumál og tileinka sér orð og setningamynstur úr 2 eða fleiri málkerfum. Það er mikilvægt að foreldrar tali sitt móðurmál við barnið. Það styrkir málgrunninn og auðveldar barni að læra önnur tungumál eins og íslensku. Í skólanum þurfum við að tryggja markvissa málörvun á íslensku, sérstaklega orð sem nýtast í daglegum samskiptum, tilfinningum og þörfum. Rannsóknir sýna að fjöldyngi hefur ekki neikvæð áhrif á málþroska. Það sem skiptir máli er magn og gæði samskipta á báðum málum. Við þurfum því að skapa jákvætt viðhorf gagnvart tungumálum barna og nýta fjöldyngi sem styrkleika. Málörvun í daglegu lífi. Málörvun gerist í daglegu lífi þegar við klæðum okkur, förum út að leika, eldum eða lesum saman. Við getum nýtt sjálftal, að tala um það sem við erum að gera, og samhliðatal, að tala um það sem barnið er að gera. Þessar aðferðir veita barninu ríkt málaræti og sýna því hvernig orð tengjast aðstæðum. Við endurtökum leiðrétt, lengjum setningar og setjum orð á tilfinningar og aðstæður. Það má hugsa sig sem íþróttalýsanda í eigin lífi. Segja upphátt það sem er að gerast með áherslu á jákvæðni og endurtekningu. Þannig byggjum við upp orðaforða, skilning og tjáningu á eðlilegan hátt. Hvenær og hvernig bregðumst við við? Ef við höfum áhyggjur af tali eða máli barns er fyrsta skrefið að ræða við fagfólk í leik eða grunnskóla. Leikskólar sinna oft snemmtækri íhlutun, þar sem börnum er boðið markvissar málörvunarstundir undir handleiðslu sérkennslustjóra eða talmeinafræðings. Íhlutunin þarf að vera regluleg og samfelld bæði í skóla og heima. Eftir 6 til 8 vikur er mikilvægt að meta árangur og ákveða næstu skref. Samstarf foreldra og fagfólks er lykilatriði. Barnið þarf að finna að allir séu að vinna að sama markmiði, með sömu aðferðum og jákvæðu viðhorfi. Gagnlegar upplýsingar og úrræði. Það er gott að vita hvert við getum leitað þegar áhyggjur vakna. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands eða HTÍ býður upp á greiningar og ráðgjöf vegna heyrnar- og talvanda. Málefli eru hagsmunasamtök fyrir börn með málþroskaröskun og veita fræðslu og stuðning.
Miðja máls og læsis býður ráðgjöf og kennsluefni um mál, læsi og fjöltyngi. Foreldrar og kennarar geta einnig nýtt efni frá Hanen-samtökunum og Orðaleik, sem bjóða aðferðir og efni til málarunar. Að þekkja þessi úrræði styrkir okkur sem fagfólk og hjálpar til að vísa foreldrum áfram. Meginboðskapurinn er afar einfaldur. Samskipti skipta nefnilega öllu máli. Börn læra tungumálið í gegnum samtöl, leik og daglegt líf. Þegar við hlustum, gefum tíma, endurtökum og hvetjum barnið til að tala, þá erum við að byggja upp grunn að öflugum mál- og læsisfærni. Snemmtæk íhlutun skiptir sköpum og við kennarar höfum lykilhlutverk í að greina, styðja og skapa örvandi málumhverfi. Með smá aukinni vitund og áherslu getum við raunverulega breytt miklu fyrir börnin okkar. Takk fyrir að hlusta.